Hingað kominn Jóhannes Björn, hann kemur nú stundum í þáttinn hingað frá New York. Vertu velkominn Jóhannes. Takk. Við ætlum að tala svolítið svona hvernig hefur gengið að svona ganga frá þessum málum eftir hrunið, varðandi stöðu heimilanna og það sem að maður kannski rekur augun í að fjármálakerfið smátt og smátt að komast á fullt í heiminum og bankarnir hafa nú verið endurreistir hér á Íslandi. En almenningur situr svolítið uppi með tjónið af þessu. Já, það náttúrulega dálítið öfugsnúið á Íslandi að eini hópurinn sem braut engin lög, fólki sem tók lán í góðri trú, að það tekur skellinn. Og stjórnmálamenn þeir eru algjörlega taktlausir í þessu tilfelli. Að með að vera að bera fólk út á götu, að þá ekkert gert. Og þetta svo mikið réttlætismál og þetta svo mikið óréttlæti sem blasir við fólki að þegar 20.000 í stór vandræðum og það blasir við að tapa húsunum sínum, þá enga fórnir farðan einstæðar. Það afskrifað hjá afdönguðum pólitíkusum, hjá pólitískum blöðum. Þetta eru milljarðar og milljarðar sem hefði getað runnið þarna. Og ef það sýnir engan lit þá í vondum málum mjög bráðlega, því að hér verður gífurlegur flótti frá landinu bráðum. Og það alveg ljóst. Við vorum að tala þetta áðan að það væri svo mikið vantraust hér í gangi í samfélaginu. Já, skoðanakannanir sýna það að stofnanir þjóðfélagsins eru mjög, fólk lítur niður á þær mikið. Já. Það fer enginn yfir 50% nema lögreglan held ég. Og þegar Hæstiréttur komin niður í 44%, að þá samfélags límið að fara, þetta að gliðna í sundur. Og sambandi við heimilin náttúrulega, þá þetta hægfræðilega alveg gífurlega slæm ákvörðun að ráða svona fólk. Því að þegar bankakerfið tók við þessum skuldum 2008 eða snemma 2009, þá fenguðu mjög góðan afslátt, 40–65%. Og þá var hægt að færa niður þessar skuldir og stabilisera þennan markað. En þetta ekki gert og markaðurinn raunverulega eyðilagður. Og þetta bara heimskulegt. Og nú málið komið á það stig að það talað það verið að reikna út, hvað hægt að gera fyrir heimilin. Þetta algjörlega vitlaus aðferðafræði. Það verður að gera eitthvað strax. Það verður að hala niður þessar skuldir og búa til einhverja kaupleigur kannski, sem bankarnir ekki, heldur einhverjir almennilegir aðilar. Og annars, þá bara blasir eins og ég segi, þá blasir við landflótti, alveg gífurlega landflótti. En það náttúrulega merkilegt, ég var að lesa grein eftir Jósef Stiglitz, þar sem hann segir, og hann ekki að tala Ísland, en þetta á við að menn, það hrynur allt 2008, og menn eiga einhverja glöfu þarna svolítið eftir það að breyta kerfinu. En þeir gera það ekki, þeir missa tækifærið og við sitjum uppi með í rauninni sama system áður. Já, það ósköp einfalt hvað gerðist, að bankakerfið skapar óskaplega skuldir í kerfinu. Allt hrynur, bönkunum bjargað, elítunum bjargað, skuldirnar settar yfir á skattgreiðendur. Og eftir að því lokið, þá farið að tala að herða sultarólinu. Bara eftir að búið að bjarga þessum hópum. Og þetta hefur gerst svona meira og minna á Íslandi líka. Og þetta gengur ekki. En nú hefur verið talað hér á Íslandi að það sé ekki, það svona almennur niðurskurður skulda, niðurfærsla skulda, hún sé ekki hæg. Það ekki það að tala það, það verður bara að gera það. Eftir að þú ert búin að gera það, þá getur þú farið að rekna, ekki fyrir. Og það náttúrulega alls konar möguleikar í stöðunni, eins og ég segi, það hægt að fella niður hluta þessu, búa til kaupleigur á almennilegum grundvelli, ekki einhverjum brasksjóðum. Og það hægt að loka hagkerfinu og festa krónuna og hafa þetta eins og var bara milli 1945 og 1980 í smá tíma. Og það alls konar hugmyndir á lofti, til dæmis það að ríkisstjórnin geta fengið vaxtalausa peninga frá lán frá Seðlabankanum, eða jafnvel eins og Hudson hefur verið að tala að ríkið sjálft geti bara gefið út peninga í neyðartilfellum. Í staðinn fyrir Seðlabankann. Já. En það náttúrulega ótrúlega tregða í kerfinu, nú til dæmis lífeyrissjóðirnir og verkalýðshreyfingin,
maður svona áttar sig ekki alveg á því hvar þessir aðilar standa. Já, náttúrulega lífeyrissjóðirnir, það er búið að breyta þeim í áhættusjóði og þetta er mjög, mjög slæmt og Ísland er eina siðaða landið þar sem svona laga fer fram. Að áhættusjóður, þetta eru peningar sem fólk á að nota í ellinni, þetta er sparið fyrir fólks og þetta á ekki að vera í áhættusjóðum sem eru að kaupa fallit fyrirtæki og eru þá í samkeppni við eitthvað fólk sem rekur þá fyrirtæki ennþá í landinu. Já. Hvernig getur rekið fyrirtæki sem er fjármagnað af skattgreiðendum? Það er ekki hægt. Í samkeppni við það, sko. Já. Og eins og þetta nýjasta sem gerðist þarna, að þeir eru að kaupa húsasmiðjana og plastprent og Icelandair og þetta er svo glannalegt. Og það verður að taka allt þetta kerfi, þetta lífeyriskerfi og helst bara samin alla lífeyrissjóði 1 eða 2 og setja stranga reglur. Og til dæmis ein reglan er svo að lífeyrissjóðir ættu náttúrulega mest og best að fjárfesta í ríkisskuldabréfum, sérstaklega á þessu augnabliki, því að þannig getur ríki fjármagnað sig. Og það er líka talin örugg fjárfesting. Í staðinn fyrir að vera að taka þessi farlít fyrirtæki, þetta nær ekki nokkur átt.